FM 957 útvarpsstöðin sé komin heim því að við Sveppi Krull erum staddir á Selfoss, eða ekki rétt Sveppi? Allir FM hlustendur þekkja. Já, sko, Selfoss er svona bær, er þetta lækki í þessari tónlist? Þetta er gott lag, ég veit ekki það. Já, Tíno, mátt lækka eins í laginu. Herru, já, við erum konir hérna á Selfoss, strákarnir, og við verðum með beina útsendingu hérna í allan dag. Þetta eru 2 klukkutímar að geðsíki. Já, og það eru menn sem tala að Selfoss sé svona einn af þessum bæjum á Íslandi sem aldrei sefur. Það er hárrétt, já. Þetta er, ef ég ætti að nefna þetta eftir einhverju borg í Bandaríkjunum, þá má segja að Selfoss er New York okkar Íslandinga. Já, þetta er svona stóra eplið. Já. Litla eplið. Hveragerði Vegas. Já, Las Vegas maður. Já, og svo er hérna, Selfoss er svona okkar New York. Já. Og ég er oft hérna, sko, voða gaman hérna. Já, þetta er voða kósí bær, en við erum hérna að sögna því að það eru stöða 2 dagar hérna. Já. Bæði í dag og á morgun og... Við erum í Tryggvaskála. Já, og þetta er nú bara eitthvað hús sem ég hef aldrei komið inn í áður. Nei, maður er búinn að keyra fram í þessu húsi 1000 sinnum. Maður har aldrei komið hérna inn, þetta er afskaplega huggulegt hús. Já. Og gaman að vera hérna og það er alltaf fyllast af fólki hérna og það er þvílík stemming í gangi, þannig að þeir sem eru að hlusta, tæta á Selfoss. Já, gera. Og þeir sem eru á Selfossi, komið í Tryggvaðan, því hér er allt að gerast. Sko, ef það er föstudagur og föstudagskvöld og þú bara hefur gaman að skemmta þér, þá ekki að þurfa að segja þér að drullar á Selfoss. Ég veit það. Það er 8 bar hérna sem eiður stjórnar eins og herfóringi. Ójá, ég hef verið þar gulur og drykju afgreða. Já, ég held að Jón Jónsson og Friki Dór séu þar í kvöld að spila. Það er að ræða tími þar. Þegiðu, farðu á bænum maður og taktu pappaðinn með þér. Ekki bara bræður, heldur stórkostlegir tónlistarmenn, það verður gaman að sjá þá. Það er snill. Og svo á morgun verða Sim og Jói beinn útsendingu hérna á Bylgjunni. Já. Það er einhver útastöð fyrir gamlingja sem við erum ekkert að spá í. Nei, við erum svo hressi maður. Það er hárrétt, en við Sveppi ætlum að vera með góðan þátt hérna. Við með þess að tókum The Big Retarded Swessman með okkur. Hann situr hérna með okkur og hann tekur föstudagslægið eftir. Þetta er í fyrsta skipti sem þú situr á móti 2 Sverrum. Já, ef ég lítil hægri á segir Sverrir, ef ég lítil vinstri á segir Sverrir. Þetta er stórkostlegt, það er hægt að leika sér endalaust með þetta. Ég veit ekki allir minn, en við höfum ekki allan tími heiminn til þess að leika okkur. Nei, við ætlum líka í Sveppi allar að prófa fyrir Honk If You're Horny á Selfossi. Já. Og það er nú einhver sem segir mér að selfisingar séu horny, þannig að þú ættu nú að fá einhver flaut. Já, og ég ætla að gera það á Golden Gate brúnni, kallið minn. Já. Ef við horfum hérna yfir vatn á hérna... Ég er að horfa á brúna núna. Já. Þetta er ótrúlegt. Þessi brú, hún sko er nákvæmlega eins og The Golden Gate Bridge. Já, þetta er það sem að kallast mannvirki. Og líka þegar maður kemur keyrandi yfir brúna, maður sér pulsuvagnin og maður sér hlöllabáta og öll ljósin, þá hugsa maður, hvað akkur var Einar Bárða að flytja í bæinn þegar allir þessi skyndibitar eru hérna. Herðu, við skulum ekki fara down that slippery slope again. Við ætlum að fá hérna næsta lag, það heitir Levels, svo er eins og við sögum margt framöndan og já, fáum gott lag. Já, þið eru að hlusta á FM 95 blöð sem eru á heimaðalli núna. Við erum staddir hérna á Selfossi í heitir ekki Tryggvaskálinn eða? Þetta er Tryggvaskálinn. Tryggvi Guðmundsson byggði þetta sjálfur 1901. Og það er stórkostlegt hús sem að Tryggvi er búinn að smíða hérna handa okkur. Það er ég og Svessarnir 2. Ég er með Sveppa með mér og Sverrir Bergmann, en það er föstudagur sem þýðir að það er föstudagslægið á eftir. Sverrir, verður velkominn. Takk fyrir það. Herru, Sveppin og Árita hérna fyrir einhver börn, þannig að ég er að spá ég að segja þér smá slúður. Ég ætla að fylgjast með. Þetta er að nýja hjá mér sko að önnur innkoma fjallar slúður. Já, ég fíla, þetta er eins og í 70 mínútum í gangi. Það er akkurat málið. Fyrir aðdáendur Avatar að núti, þá stefnir ég að Avatar 2 og 3 kom ekki út fyrir 2016-2017. Farðu bænum, hvað á maður að gera þangað til? Ég veit ekki. Það eru einhverja myndir á leiðinu, veit ég. Ég veit að það er einhver ný Batman mynd á leiðinu og eitthvað svona. Hobbitinn, ekki gleyma honum. Það er hárrétt. En allavega, þá er búið að tefja, það er komið mikil töf á Avatar. Nú, hvað er að gerast? Ég veit ekki, það virðist verið eitthvað vesen að teikna þetta drasl. Þetta tekur alltaf brjálægt þegar tíma að teikna svona sitt, sko. Já, ef einhver veit að þá er það svestum með tölvulúðin. Það er rétt. Herðu, Will Ferrell, hann er að spá í að bjóða sig fram til forseta. Menn veit ekki hvort hann sé að grínast eða ekki, en hann er allavega svona mikið að spá í það að reyna að koma sér í Hvíta húsið. Þetta gaf hann í einhverjari yfirlýsingu, en ég er nú ekkert viss um að hann sé mikið að meina það. Myndi fólk kjósa Will Ferrell?
Svona eins og Latti myndi bjóða, á hverju bjóður Latti sig ekki fram til fórseta núna hérna á Íslandi? Ég hérna, þetta er svo Jóngnar, skilur þú? Já, hann var borgarstjóri, það er þetta góða punktur, Will Ferrell geti alveg orðið fórseti. Já, og hann er líka, hérna, ég trúi Jóngnar, mér finnst hann að segja sannleikann, til dæmis. Já, ég held að Will Ferrell myndi gera það líka. Já, það er ótt með svona, veist, bara góða grínist, þetta eru góði menn líka, sko. Já, þetta eru menn sem eru með hreina sál. Já, nákvæmlega. Ég held að Will Ferrell væri góður fórseti, ég sammála að segja bara, herru, þá er það síðast. Þetta er ekki góður slúðupakki í dag, ég veit ekki það. Herru, það er enginn að halda fram hjá það með vissin, eða? Nei, en Ósk Norðfjörð, hún er ólétt og er að fara að eignast sitt 7. barn, held ég. Ok, það er old news líka. Já, en það er svona eina slúðri sem er mjög áhugavert hérna. Er þetta með 7 mönnum eða er þetta... Ég bara þekki það ekki. Nei. En eina sem ég veit er hérna, ástæðan fyrir ég ætla að ræða það að þetta var mest lesna fréttin á deva.is í síðustu viku að Ósk Norðfjörð sé ólétt. Segir okkur svolítið ádáðandur þeirra síðu. Já, og þetta er líka bara, þetta virðist vera stór frétt fyrir einhverjum annúti. Það er bara þannig, en ég er náttúrulega óskum minn allsins besta. Sjálfsögur 7 börn, það er nú ekki lagt á hvert sem er. Gamli kom með 3 og ég er alveg að bugast. Þú ert að grenja yfir að vera með 3 börn. Ok, serðu núna hérna verið aftæði, maður sjá, hérna er 1, 2, 3, serðu ímyndar og eftir öll þessi börn sem er hérna vinstra megin, þá verður 7 barna faðir. Myndir þú nenn að ferðast með þessu? Aldrei. Nei, 7 manna bíll og lítill. Já, hún er búin að toppa Loga Bergmann, þannig svo Logi Bergmann og Ósk Norðfjörð sé einhverja keppni hvað getur bungað fleiri börnum. Það er bara eitthvað keppni sem ég nenn ekki að fylgjast með Gæti ekki verið meira sama. Nei, gæti ekki verið meira sama, reyndar, en eins og ég segi, við óskum minn allsins besta. Við erum stæðir hérna á Selfossi og það styttist í Sveppi. Þú ætlar að fara í honki fyrir horni á eftir, þannig að ef var eitthvað fólk á rúndinum á Selfossi, þá þarf það að flauta eftir þegar það sér þig. Já, við erum að safna þar. Ef það er eitthvað fólk á rúndinum á Selfossi, þú veist, halló. Þetta er náttúrulega þetta er sko, þessi bæri konungur rúndsins. Já, þannig að maður veit að allan sólarhringinn rúnda fólk hérna. Rúndinum var til hérna á Selfossi 1901. Sama ár og Tryggvi góða. Og svo hérna, Svessi, hvað lag ætlar að taka eftir? Ég ætla að keyra í Jailhouse Rock með Elvis Presley. Nátti afmæli hérna 8. Það er að gera það. Taka smá Elvis hérna fyrir krakkana. Vitið þið hvað Elvis væri að gera ef hann væri á lífi? Hann væri að krafsa í kistulókin. Já, þið eruð að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 á Selfossi. Auðun Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson og Sverrir Bergmann Magnússon með ykkur hérna. Nei, veið ekki mitt rétt af nafnflokksins. Já, þetta er Já, heyrðu, það var eitt barn að gráta þarna. Ég hef ekki skemmt mér svona síðan að sýsti mín gifti sig, það er bara þannig. Herðu, ég ætla að segja ykkur smá frétt hérna, strákar. Já, ég er með fréttandi ykkur. Það var verið að reka hérna flugvallarstarfsmann í Sacramento og það sem var mjög áhugavert og vildi ræða við ykkur að hann hérna notaði stöngunni sitt eða rafbyssuna sína 13 sinnum á 6 mánuðum. Til gamans má geta, það voru aðeins 2 einstaklingar sem notuðu stöngun á þessum tíma og hinn einstaklingur notaði hana 1 sinni og það var verið að reka núna og ég fór svona að hugsa, já, það eru sumir menn, það eru sumir menn sem eiga bara ekkert heima í vissum vinnum. Ef þú hugsa út í það? Það er líka bara leið og þú færð vopn í hendurnar, skilju. Ef ég væri til dæmis, herru Sverri, getur þú verið öryggisvörður í Kringlunni? Já. Þetta er meisbrúsi, farið vel með hann. Ég myndi tæma hann á einni helgi. Já, nákvæmlega, maður væri alltaf að leita sér að ástæðu til þess að nota hann. Ég myndi labba utan í eitthvað úlning og segja, herru, ætlar að vera einhver með vesen einnig smaralindinu eða? Vesen? Hvað? Þú labbar á mig, bara tegiðu og drullaður út. Það eru líka nokkrir svona dyraverðir á Íslandi. Þeir eiga ekkert heima í dyrunum, sko. Nei, þetta eru menn sem komist ekki í lögguna, sko. Og hérna eru að fá uppreisn æru með því að byggja skilríki. Já, en nú er ég ekki að tala um alla dyraverði. Það er svona, ég myndi segja 95% af dyraverðum í Íslandi eru toppmenn. Nei, það eru allt algjöri vitleysna. Það eru 3 barna faðurinn hefur ekki kíkt út á lífi í 3 ár, sko. Það er rétt. Reyna að draga þig á djammið eins og kreista blóð úr steini, sko. En það eru sumir, ég nefnilega lenti í dyraverði sem að, sko, hann var á powertripi og það er líka nokkur svona löggur, þetta er frægt á Sauðárkróki til dæmis. Það var einn maður sem að, ég ætla ekki að segja fyrra nafnið hans, en hann var kallaður, segir mann, hann hefur bara kallaður Kalli Kilva, hann hétt það samt ekki. Ok. Hann hétt eitthvað svipað. Herðu, það er bara að þú gafst ekki stefnuljós, þá fegstu bara andlitaður í húttið. Og hann var greinlega nýbúinn að horfa á Die Hard 3 bara og vildi fara út á rúndinn að reyna að börsta menn, sko. Já, en veist, þurfti löggu á Sauðárkróki, eða? Þetta þarf löggu á Sauðárkróki. 2700 manna bæjarfélag. Snarugla lið. Þetta menna, var þetta ekki bara dött og allir bara heima? Ok, það eru bankar og svona, gáðu að gera einhver ræni bankan. Já, það er svo mikil
peningur að þinni, eða? Þetta er peningur í bankanum, hvað ertu svona vitlaus eða? Já, hvað er mikið? Kannski 2-3 miljónir. Ef þú ætti að reyna banki yfir höfuð, þá fer ekki inn á Sauðárkrók að gera það. Nei, ég er endara löngu búinn að plana mitt bankarán. Ef ég ræna einhvern um banka, þá ætla ég að ræna bankarán á Hofsósi. Það er engin lögga og þú getur farið í allar áttir, sko. Þannig að þú ert eiginlega bara home free ef þú tekur hann. Þeir eru ekkert með neitt nema kannski mestalagi svona 303 miljónir í kemur. Ertu ekki búin að vera að horfa á fréttirnar undanfarið eða? Kaupfélag Skaffellingar að vera með einhverja milljarða í gangi fram og tilbaka. Nóg til það, sko. Það er slett að skeirunni það, sko. Já, Valtísson. Geirmundur Valtísson situr á þessu bara eins og... En þeir hann léttur. Já, hann er alltaf léttur. Herðu, það er komið að næsta lagi og þetta er uppáhaldslægið mitt í dag. Það var einu sinni hérna í stöðu, hann var í langan tíma Why I Love You. Uppáhaldslægið mitt í dag heitir Óris og er með sömu snellingum. Ég til í það. Herðu, FM95 Blöð eru hérna staðir á Selfossi og það er mikið fjör. Við hvetjum að sjálfsögðu alla sem eru á Selfossi til þess að kíkja hérna í, hvað heitir þetta, Tryggvaskálinn? Tryggvaskálinn. Já, og já, það er nóg framundan hérna hjá okkur strákunum. Við erum að fara að henda sveppa í hangi fyrir horni. Það er í fyrsta sinn sem það er gert fyrir utan bæjarmörk Reykjavíkur. Ó já, kallið minn, þannig að við erum að brjóta blað í sögu útvarps. Já, það er hárið rétt. Svo ætlar Sverrir Bergmann að hlaupum á teppinu hérna niður götuna. Ó já, og fylgist þið vel með því? Smá flippin á Tryggvagötu? Já, smá flipp á teppi og svo... Og þú bjóst á Selfossi? Ég bjó á Selfossi. Það er nú ekki margir sem vita það. Nei, ég bjó hérna í 1 ár þegar ég var 5 ára í Láenginu. Og það er ekki margir sem vita hvað pabbiðinn hefur gert. Hann skildi eftir sig hérna afrek. Hann skildi eftir sig legacy hérna á... Hann skildi eftir sig ekki bara 3 börn sem er óskilgetinn. Já, heldur var hann líka með vídeolegu hérna sem heitir Suðurlandsvídeó. Já. Hann startaði því og svo vídeolega er ennþá í gangi núna. Já, og það er aldrei vitinn að þú kíkir þangað á þetta. Já, ég geti kíkt þangað í heimsókn og rætt hans við menn. Já, það væri gaman. Ég hef ekki farið þangað lengi, sko. Já, þetta er bara hérna rétt, já. Pabbi var líka með bókabúðinn á Selfossi, veistu það? Hvað er pabbiðinn bara í útrás? Pabbinn var hann bara brjálaður? Hann var allt múlímann hérna á Selfossi. Já. Þetta er áður, þetta er þegar hann er í Britsinu. Herðu, já, við ætlum að fá hérna stuttar auglýsingar og svo ætlar ekki bara að henda þessu út. Við ekki bara fara í hangi fyrir horni og svo tekur Svessi föstudagslagið og allt vitlaust. Vöðum í þetta. Magasín á FM 957. Á 50 fáum við tónlistafólk í stúdíu til að koma og taka lög eftir aðra íslenska tónlistamenn og þeiminn í dag eru íslensku kóngarnir Bubbi Mortens og Björgvin Halldórsson. Speilmyndir á votum malbyggi, öskur tröðsins í nóttinni. Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins í beinni útsendingu alla laugardaga. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardögum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Hæ, þetta er Erndís í Magasín. Munum að einelti særir alla. Stöndum saman gegn einelti. Office One, stærsti skiptibókamarkaði landsins. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut. Ný flott Veromóta sending síðustu dagar útsölunar. Veromóta, Kringlunni og Smáralind. Steindi Junior og Bent eru lagðir af stað norður og ætla að gera allt vitlaust þar helgina. Föstudagskvöld, Mælifell á Sauðárkróki, laugardagskvöld, Kaffi Akureyri. Sjöfussi snillingar! Renduður beint á 43 ískaldar milljónir í 5-földum lottópotti. Leyfðu þér smá lottó. FM 95 Blöð er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. FM 95 Blöð sem er heldur betur komnir heim. FM's coming home eins og að segja. Við erum staddir á Selfossi og Sveppi Krull, hinn íturvaxni og fallegi maður er komin á stjá. Sveppi er einnig. Tíu sjálfur. Herðu. Við erum farnir núna í dagskráraliðin sem heitir Hangi fyrir horni. Þetta er dagskráraliðin sem að Sigurjón Kjartansson leiði okkur að nota aðeins eins og ef ég, Sveppi og Pétur eigum í hlut og við erum ekkert að svíkja þar reglur. Sveppi er komin í Hangi fyrir horni. Hvað ertu status, Sveppi? Ég var að pissa bak við hérna húsið maður. Varst það míga? Já, ég er rugglað. Það var ekki eins og að ljúga. Svenni Þór Sverrisson var að míga á Tryggvaskálan sem er fullur af börnum, þetta er fallegt. Erðu, ok. Erðu, Anna, þú ert núna að nálgast trafíkina.
Já, nú er ég að koma hérna, sko. Ok. Nú ætti Selfoss-liðið að fara að kveikja á trúnum hérna maður við enn. Ok, núna allir sem er að keyra, allir sem er á rúndunum á Selfossi, við erum í dagskráraliðnum Honke fyrir horni, þannig að ef þið sjáu sveppa þá eigi að flauta. Það er, maður sjá þér. Sér hann uppi, já. Golden Gate brúnni. Þú ert á brúnni. Ég er að hlaupa á brúnna núna, svo djöfull. Þarna veistu flaut. Já, það eru allir sem að, ef þið sjáu lítinn sæta, ef þið sjáu kartöflu með skegg, þá eigi að flauta núna. Við erum í Honke fyrir horni. Það er sko þetta selfie. Sko ef að Selfoss er ekki að hlusta á FM 957 þá er að frjósa í helvíti. Hann er í blárri hendupessu. Hann er enda alls geggjar, ímyndið ykkur Múkisson ef hann var 1,50. Hann er svona fermeter. Heyrðu, ég er komin í, heyrðu, það menn, það, heyrðu. Já. Selfoss er lifandi. Selfoss er lifandi. Já, kallið minn, ég er allur höfandi votur hérna. Já, ég heit... Hvað sér þau? Ég er komin inn á Tryggvatorg. Ok. Er það brúnni eða? Ég stend hérna við hliðin á jólatré. Ok. Það er allir að flauta á kallina. Ég heyrðu djöfulli maður. Heyrðu? Já, lyftu síman og svo heyrðu betur. Já. Þú er að flauta. Selfissingar. Veistu hvað? Veistu hvernig þetta virkar? Þetta er sko á jólaballi. Þá dansa börnin í kringum jólatré. Núna stend ég á umferðareigu og bílar að keyra í kringum mig og flauta. Ég var að ræða það eitthvað. Já, það gæti ekki... Það er stattur á Tryggvatorgi hérna sko. Það hefði komið manni ótrúlega óvart ef að Selfissingar væri ekki að hlusta á FM 957. Hvað þá þegar FM 95 blöð er á Selfossi? Já, og það er dálítið skrítið að sjá svipinn á fólki sem er ekki að hlusta. Já. Af því að það sér mig bara snargæðvegan hlaupandi og umferðareigu að tala í síma. Já, það er skýta veður þarna. En hvernig er traffíkinn? Nú er fólk á leiðinni heim og vinnunni hérna á Selfossi sveppi. Getur þú hjálpað þeim aðeins? Hvaða leið eiga að taka? Það er langt, það er bara ein leið. Það er bara leiðin heim, kallið minn. Já, og hún er ekki ófær. Ó nei, kallið minn. Það er lítið, það er ekki mikið að gera hérna inn á hlöllabátum og inn á Subway. Er búið að opna hlöllabáta? Já, byttu fyrir þér. Byttu hlunkandi bíl ekki að stopp. Já, herðu, þarna var bara að flauta á þig. Já. Þarna og þetta var svona svísa, sko. Já. Hún til í kallinn. Nei, stókallinn, heyrðu, það er þessleikinn. Þetta er að dettinn. Fólk þurfti aðeins að kveikja á þessu, sko. Já, fyrir ykkur sem er á rúndunum Það var það gamla heimikinn. Ég tala um það, maður. Hlaupa eftir hann. Alla, ánægði þetta, sko. Alla voru með. Sjá þetta bylgjupakja það var. Hlaupa eftir honum. Sparkaði bílinn. Hann er komin upp á brú, hann er á leiðin í bæinn, það er klárt. Þetta er rosalegt. Þetta er dagskráraliðurinn Honke fyrir horni. Þið voru að stilla inn og eru með FM 957 á Selfossi. Það voru menn, sko. Þá er ég að flauta svepp. Þvílíkstæðing, Selfoss er lifandi. Selfoss er lifandi, það er eina sem við þurfum að heyra. Við ætlum að fá núna, herru, vilt ekki koma brátur inn í hús? Það eru krakkar hérna að biðja þetta. Það eru skvísur svoleiðis að flassa hérna. Taka myndir með flassi, sko. Ok, er verið að flassa þig? Það er verið að flassa mig með svona myndaðilegu. Ég er komin yfir brúnna, ég er komin hérna undir Ísdólskjall. Já, þú þarf samt eiginlega að fara að detta í húsa því að það er 1 7 ára gutti hérna á Selfossi sköllóttur sem segir kalla mig pappa. Ég er á hann pínu ræddur hérna, hann drullaði niður í hús. Herðu, fáum Marsilíu Banks, 2-1-2. Svo er það með föstudagsslaginn. Herðu, já, þið eru að hlusta hérna á FM 95 Blöð. Sveppi Krull með mér á þessum föstu degi, enda fekk hann frí á þriðjudaginn, drengurinn með pípandi niðurgang. Þú ert á hann góður? Herðu, það heyrist ekki í þér. Já, veitu, það er eitthvað fangina. Það heyrist ekki í svefnum. Þarna. Inn með kallinn. Sælinur. Þarna ertu komin. Sælir. Herðu, já, við erum að leika okkur aðeins með tæknina. Við erum staddir á Selfossi og við vorum að spá í áðan að við ætlum að reyna að fá einhvern frægan selfising til okkar í spjall. En það var alveg sama hvernig ég hringdi í. Það er einhver einasti frægi selfisingur, hann er flúinn. Já, þetta er náttúrulega skítamóralli farinn. Já, fóru hérna með móral og skítin upp á bak. Ingo er farinn. Já, hvað er það? Ingo Veðurguð, hann er búinn að flýja Selfoss. Já.
ég held að hann væri svona, Rúni Júl þeirra selfisinga, Rúni Júl var ekkert að flytja úr Keflavík, Nei, akkur Ingo ekki bara hérna með stúdíó og alltaf fullt af einhverjum nýjum böndum, Nilfisk og þessa gæja, skilur og bara... Hvað er maðurinn að spá? Já, þetta ekki nóg gott. Bara komin í einhverja kjallareibu í Árbænum, skilur, lepjandi, borðandi núðlusúpu í hvert mál. Það sem gæja. Við ætlum að fá bara, við hringdum hérna á leiðinni á Selfoss, hei, fáum Ingo Veðurguðum, fýblust með honum, tökum hann í hitaklefann og svona. Guðni Halldórsson, nei, hvað heitir hann? Hann býr nú ennþá hérna, held ég. Guðni, hvað heitir hann? Guðni Ágústsson. Hann er farinn. Nú á hann ekki höllina hérna með við lækinu? Nei, hann er búinn að selja hana maður. Nei, það er málið. Já, hann getur minn, hann er farinn, sko, ekki nóg með það að, sko, Bjarni Harðar, það er eini maðurinn sem er eftir. Bjarni Harðar er ennþá. Skrólarinn. Einar Bárðarsson, hann er náttúrulega farinn, hann flúði. Hann er illa farinn. Já. Enda samt á það lag. Já. Ertu þá farinn? Já, og svo drullar hann sér hérna. Já. Það er Ágúst. Einar Ágúst. Já. Ertu fann að kalka það? Það er Ágúst hérna. Nei, hverjir eru svona fleiri frægi selfisingar? Ég man ekki eftir neinum í augnablikinu. Nei, þetta er svona, that's about it held ég, svona í grófum sko. Það er Bjarni Harðar, hann er hérna með bókabúð. Já, en Bjarni Harðar, þú veist hvað ég var bara, já þeir eru að hlusta FNÍ 5 blöð og Bjarni Harðar er með okkur hérna, hvað segir Kettlin? Bara á ég held reyndar að labbi í mánum eða þá heima hérna. Já, að hver? Labbi í mánum. Labbi í mánum? Já, kallið minn. Er það einhver teiknimyndafígúra? Mánar var ein vinsælasta hljómsveit hérna fyrr og síðar, milli 1900 og 2000. Og heitir hann Labbi? Já, heitir Lappmundur eða kallað Labbi. Já, Lappmundur Ágúst Einarsson Mánarsson. Þannig að það verður engin frægur selfisingur í spjallinu hjá okkur eftir, því miður. Ef það er einhver frægur að hlusta sem býr á Selfossi, endilega kíkið við. Já, djúðlega það er ekki koma. Æ, heyrðu, ég er frægur. Sælistrákar, ég býr nú ennþá hérna og þú ert... En þá erum við að leita frægum selfisinga. Herðu, þetta þýðir bara það að við þurfum að taka Sweat to Mouth í hitaklefann eftir. Það er bara þannig. Það geta enda með því. The Big Retarded Sweatsmen er á leiðinni í hitaklefann. Ó, þvílík stemming. Og það verður í fyrsta sinn sem að hitaklefinn verður tekinn live. Af því að við höfum alltaf hringt í fólkið. Núna getum við horft á hann og öskrað á hann. Ég var dauðstressaður, sko. Ég myndi vera það. Hérna, getur þú leikið í Guðna Ágústsson? Já, nei. Nei, ég held ekki það ekki. Ég næ honum alveg. Málið er Sveppa, þú heldur alltaf á náuröllum eins og nærðið þeim ekki. Ég sé að latta eftir efnu, sko, það er skemmt. Má heyra. Íslenska lambakjötið, það er gott. Og þar sem að 3 tré eru saman komin. Það er laut. Það er skóur. Sýtt, hvað er lélegt. En svo nú ert þú svona frægur fyrir að beita röddinni á stórkostlegan hátt. Kannt þú einhver eftirhermur eða? Nei, ég er skellvilegur. Kannt einhver eða? Nei, ekki. Svolítið verið að leika með strumpana eða eitthvað, það gengur ekkert rosalega. Með strumpana? Já, ég er að byrja. Þá er best að koma til svona strumpan. Það eru 60 börn þetta fram, það taktu nokkra strumpa. Ég var að taka hérna. Hann var æst í strumpan? Svona strumpandi mínir. Söðuröðun. Þetta er ágætt. Þú veist að þetta er að besta sem ég heitt í útvarpi. Það bara fyrir og síðan. Nú er ég ekki reyna að vera leiðilegs en þetta toppar öll föstudagslögin. Já, ég er rángri hillu. Fólk er að hlaupa út á nærfötunum bara heyrðu þegar Svessi tróka æsta strump. Ég var að sjá mann keyra brunni þegar Svessi tók strumpana. En herru, já, það styttist líka í að, herru Sveppi, þú ætlar að synda undir brunna þegar ekki? Nei. Já, hendur Ölfur svo. Ég ætla að fá annan í það, við erum að leita sjálfboðaliða. Við erum líka að leita að frægum selfisingum. Þannig að ok, við erum ekkert að segja þessu frægir og þurfa að koma, en ef þeir eru eitthvað þekktir, þá að gera hérna að kíkja á okkur strákana. Við erum í Tryggvakofa. Við erum í stemmingunni maður. Húsið er að fyllast. Og frítt inn, þú skall út. Já, það er frítt inn, já. Frítt inn. Það er kakó og nammi hérna, það er kaffi. Já, það er FIFA, það er allt að gerast og Stöð 2 verður hérna alla helgina. Þannig að, við erum í beinni hérna ástu mín. Nú voru að slaka hans á. Ekki tröfn. Ég er að stríða, hún á hrættuð mig. Já, ég trúi bara vel. Herru, talandum ræðslu ætlum að fá eitt harðasta lagið á stöðinni, það heitir Sail og svo fáum við föstudagslagið með Chubby Little Swessman. Chubby Swess. Yeah.
Yes, þetta lagið Sail. Aldrei gleyma því, farið með þetta lag á kottan í kvöld. Með hljómsveitinni Avil Nation, skemmtilegt nafn á bandi. Besta hljómsveit í heimi í dag. Já, það hárrétt hjá Sveppi Krulli með mér þennan föstudaginn á Selfossi og Sverrir Bergmann einna líka. Við förum rétt bráðum í föstudagslægið. Ég keypti singulinn með þessu bandi, ég er búinn að spila hann í rusl. Sail? Yeah baby, yeah. Þú hefur aldrei heyrt þetta lag, Sverrir. Þú hlusta bara á íslensk lög. Já. En herru, hérna, ég var að segja ykkur frá því að samkvæmt nýjustu könnun, ekkert bara samkvæmt nýjustu könnun, það var actually verið að biðja 3 líkamsræktarstöðvar í Kaliforníu að rífa niður myndir af kynþokkafullu fólki sem var á veggjum líkamsræktarstöðvarinnar. Af því að, fólk sem var mætt til að reyna að koma sér í form sagði að þetta hefði slæm áhrif. Öfug áhrif. Já, öfug áhrif og þau urðu lítil í sér og mistu sjálfstraust á þessu. Hvað er þetta, auðmingar? Já. Hvað á þá að hafa upp á veggjum? Bara mynda gauja litla? Mynda akkveitu fólki svo viljir ekki vera þannig? Nei, ég veit það ekki. Herru, don't shoot the messenger, maður. En þetta allavega og ég fór svona að hugsa, nú stundar þú líkamsrækt á fullu núna Sveppi og þú líka Sverrir. Myndi það trufla einhver ef þeir sagði sexy, ef þeir sagði Magga Bess og einhverja fleiri upp á vegg? Það gæti ykkur meira drullu sama. Nei, ekki sko. Maggi Bess, hver er það? Hver er Maggi Bess? Þú veist að hann kom í þáttinn okkar, manstu, hann og Maggi Mix. Ég veit alveg hver það er. Já, þú ætlaði að þykjast vera eitthvað töffari. Það er svo töff að vera þetta með headphone og mikrofónu. Já. Nei, ég held að það myndi ekki trufla mig. En þegar ég get eitthvað bara glápandi upp á veggi, bara rífa í backpress og svo sérðu bara Schwarzenegger og bara ferð heim. Grænjandi. Bara liggur bara hveitur fyrir fram á speil og hámar í súkkulaði og segir bara ég vil ekki vera svona. Já, svo líka þetta líka skelfilega afsökun bara hvað hérna okkur er þetta ekki fórum. Já, ég allt morandi í einhvern sexy plakkötum að það niður frá þannig, ég hætti þessu. Já, þetta er svona þetta er bara, þetta er ástæðan sko. Já, en reyndar þegar ég var að hugsa núna, á Íslandi eru samt ekkert plakkut í líkamsræktarstöðunum. Það er engin plakkut upp á vegg hvort í völdklass nýja sporthúsum. Nei, ekki af einhverju svona ofsa sterku fólki. Nei, bara einhver safrankall og eitthvað svona, það eru bara auglýsingar. Já, þetta er auglýsingar í sporthúsi, þetta er svona auglýsingar frá einhverjum engaþjálfurum. Já. Þannig að við erum í rauninni lausir við þetta. Já, sem betur fer segi ég nú bara. Þetta hefði ekkert að enda illa hana. Já, við strákarnir erum í miklum föstudagsfíling, ekki annað hægt þegar maður fer svona út á land. Það er alltaf eitthvað svo kósí við að koma í svona smábæi. Þetta er reyndar að þetta kallast svona ekkert smábæi lengur. Þetta er stærri Sauðárkrókur. Já, ég veit það. Já, verður ekkert að gera grína þessu. Ég er ekkert að gera grína þessu. Hvað er þarna maður? Hvað varst að geta? Nei, þið hérna, utanbæjarlið. Ertu í því eða? Mígandi á baku hús, damandi og heldur að setja eitthvað töffari. Þetta er út að fá þér. Sko, hérna, þið kom frá Sauðárkróki og ég er búinn að ferðast mikið með þetta og þú lætur alltaf svona eins og það sé stærsti bær á eftir Reykjavík. Nei, Akureyri og svo Sauðárkrókur. Ég þekki þetta alveg, sko. Nei, en sko, Selfoss fyrir mér var bara einn stór hraðahendrun hérna í gamla daga. Já, leiðin í fangelsið eða? Nei, hvert varst að fara þá eiginlega? Á Hellu, maður. Já, á Hellu, stórkostlegt að hanga þar. Alltaf á Kirkjubæðaklaustri og eitthvað. En þetta er enda sko, Selfoss hefur samt hérna breyst gríðarlega held ég. Það fengu á sig svona einhvern stimpil að þetta væri, þú verður að vera í Buffalo skó með tribal tattoo og filmur í, þetta var í rauninni bara eins og Óli Geir væri bæjarstjóri hérna. En þetta er eiginlega ekkert svona lengur. Eins og núna, ef ég horfði hérna út á gluggann, þarna er Volvo, þarna er Ford Fiesta, hver er það látið sjá sig á Ford Fiesta á Selfossi fyrir 10 ára síðan? Engin. Úlingar er ekkert endilega með tribal tattoo hérna sko. Nei, ég veit. Þetta er aldrei búið, þetta er aldrei svona eins og Hafnarfjarðarbrandarinn. Já, nákvæmlega. Það sér engan vitleysan í Hafnarfirði. Nei, það er dött líka. Af hverju dóu þeir Hafnarfjarðarbrandarinn? Meðan við pælum aðeins í því og þá ætlum við að setja á stuttar auglýsingar og svo er það föstudagslægið. Big Swess er að gera sig kláran. Oh yeah baby. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magazín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Ofur hljóðkerfi og Suzuki kynna 10 ára afmæli Óla Ofur á Nasal laugardaginn 14. janúar. Allar
Nánari upplýsingar á ofur.is. Stærsta útsala landsins í Kringlunni. Komdu og gerðu góð kaup. Kringlan. Komdu í heimsókn. Dansstudio World Class. Við byrjum 16. janúar. Dans fyrir allan aldur og nú frí. Líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning í fullum gangi. Nánari upplýsingar á worldclass.is. Dansstudio World Class. Njóttu útiverunar með allri fjölskyldunni í Bláfjöllum. Þú getur fylgst með veðri og opnunartíma á skíðasvæði.is og á Facebook. Frábær skemmtun fyrir alla í fjölskyldunni. Bláfjöll. Það svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation Kringlunni. Langar þið að gera eitthvað nákvæmlega núna? Hjá Hraðpeningu getur þú fengið 10.000–40.000 krónur hratt og örugglega beint inn á reikningin þinn. Sendu SMS í 1917 eða kíktu inn á hraðpeningar.is. Hraðpeningar.is. Hratt núna. Við þökkum frábærar viðtökur nýrrar verðstefnu okkar. Komdu í heimsókn í dag og upplifðu hvernig lægra verð okkar býr í haginn fyrir heimilið þitt. Bíkó. Búðu betur. Borgaðu minna. FM 95 Blö í boði. Lakkeró. Ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Syngur Chris Daughtry sem að sló í gegn í American Idol. Ég lendi í 5. sæti sem að skandalla á sínum tíma en við erum hættir að grenja við því. Já, en það nú bara plús að lendi í einhver öðru en 1. sæti í þessu Idoli. Já, það virðist oft vera þannig að sá sem að lendir í 1. sæti, hann týnist en hinn blómstra. Það er ekki, Carrie Underwood, hún vann og hún held ég stærsta Idol-stjarna allar tíma, hún og Kelly Clarkson, sko. Það er kannski svolítið bara hvernig þú spilar úr spilunum sem þú færð. Það fer rosalegt í því, held ég. Hvar er Ruben Studdard í dag? Ruben Studdard át sjálfan sig, held ég. Það var held ég eina sem hann átti eftir að borða þannig í Alabama. Já, þetta er eini maður sem getur verið í 2 fylkjum í einu. En hann allavega er ekki að spila á FM 957, það getur vel verið að strákunum sem gera góða hluti á einhverjum öðrum stöðum landsins. Ég sá hann auðlýsa ISO 4 til dæmis. Já, hann er í nýju orkudjúsinu þess. Stórgráðslegur, herðu en við strákarnir eru stattir hérna í það sem ég vil kalla núna celeb-lausi bærin Selfoss. Það er ekkert celebrity sem getur komið hérna og hitt okkur og spjalla við okkur því það er allir fluttir í bæinn, sem er skandall. Þetta er hálftíma akstur maður og haldið að menn myndu nú bara að búa hérna og... Ég held nefnilega sko að Selfoss, þetta er svona ræktunarstöð fræga fólksins. Hérna búa er að til og senda þetta út í samfélag. Senda þetta í pökkum bara. Stopp í Hveragerði, kíla fötu þar og svo beitt í bæinn. Er Eden ennþá, er búið að byggja nýtt Eden? Ég veit ekki, það er allavega skilti sem að auglýsir Eden, sko. Já, en hérna, þetta er náttúrulega brannundaginn, eins og allir vita. Já, og Eden, brann, fólki fann. En ég hérna, sko, eina sem ég spara, var fólk ennþá að fara í Eden? Þú veist, voru menn að henda 50 kall í apan og allir sáttir, eða? Málið er það, Eden var orðið svona bara ísbúð sunnudagsrúndsins. Já, nú erst þú þriggja banda faðir, varst þú að fara í Eden og hvað býð senda krökkunum? Ég kem stundum, ég þekki fólk hérna á Selfossi sem ég fer oft til og þá stoppuðu við stundum í Hveragerði og fórum í Eden en ég var alltaf fyrir nettum svona vonbrigðum að því að það var ákveðin sjarmi farin af þessu, sko. En krökkunum fannst þetta stórkostlegt, þetta er stórt og... Já, er þetta ekki svona túrista-shit eitthvað? Túrista-attraktsjón, að fara í Eden og lopapeysur og... Jó, þetta er svolítið lopi og lundi. Það var að vera að selja lopa og svona. Ég man að ég fór ekkert með í Eden fyrir einhverjum 4 mánuðum síðan og þá var ég mitt með einhverja nostalgíu í gangi og held að það yrði einn, sko. En þá bara, veist, var bílakassin bilaður og apinn vantaði hann annan handlegginn og eitthvað svona kjaftaði. Það var bara eins og allt væri í hassið þarna, sko. Það var Holtzveikur api í búri. Það var allt í apaskíti í Eden og svo brann það. En það er vonandi á uppleið aftur og kannski var þetta bara smá þurfti til þess að rífa upp Eden. Bara staðunum brennur og allir fatta bara hvað við áttum í þessu. Ég held að það hafi verið tekið fyrir á stjórnarfundi félagsins að kveiki það. Herru strákar, ég er með hugmynd. Nú kveikjum
í þessu og byrjum frá byrjun. Tífali og alvöru apa. Og ef einhver minnist á apa hérna inni, þá drep ég hann. En herru, það hins vegar komið að liði sem er alla föstudaga. Stelpunnar eru að trublast yfir þessu. Svessi sagði við mig daginn, herru, það alveg sama hvaða stelpu ég hitt og hún tala alltaf föstudagsslagið. Og hérna það erum við komið að þessu núna. Já, nú að gera stoppa bílinn. Já, leggjum til kant. Leggjum til kant. Þú ert reyndar að fara að rock this joint núna, eða ekki? Ætlar ekki að rocka þetta hans upp, eða? Já, nú Elvis Presley. Já, það Elvis Presley. Þú vildi meina hann hafi átt ammali í vikunni? Já, 8. jan. Já, hefði átt ammali meira svona? Já, hefði átt ammali, já. Hvað hefði hann gammal? 8. ammali, ég veit það ekki. Nei, þú varst ekki að fylgjast með því? Nei. Jú, hann fættus á 77. Já, það hjálpar rosalega hvernig hann ammali. Tóni ekki 78? Nei, 77. Herðu, já, ok, og hvað heitir lagið, Sverrir? Jailhouse Rock, maður. Jailhouse Rock, herðu, nú bara hvetja alla til þess að hækka viðtækjunum því að hér kemur föstudagsslagið Sverrir Bergmann og Jailhouse Rock, take it away! Jailhouse Rock, kóngurinn sjálfur Elvis Presley. Þvílík, þetta var yndislegt. Spáði þess að þú verið uppi fyrir 50 árum, samið þetta sjálfur, þá verður þú heimsfrægur. Já, og mögulega döður. Það bara þannig. Já, reyndar góðu punktur. Þetta var í andlit á Elvis Presley, það er nú ekki flóknara. Face. Face á Presley, maður. Herðu, strákarnir eru stattir eins og margóft hefur komið fram hérna á Selfossi. Það eru stöðað 2 dagar á Selfossi alla helgina og við hvetjum alla til að kíkja í Tryggvaskálan, fá sér, já, kakó, kleinur, kíkja hérna í FIFA-mót og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta verður á morgun líka. Það er kleinur, sko. Það verður að Sim og Jói hérna, við ljúum stundum. Ekki verður að lofa kleinur eða það er eitthvað kleinur. Það er fullt af fríu drasli. Það er eitthvað kleinur, það eru blöðrur og drasl. Það eru beglur hérna. Það er fullt af sitt hérna. Já, það er alltaf fullt af drasli hérna, það er þannig. Og svo verða Sim og Jói hérna í fyrramálið beinni útsendingu og Rikka verður hérna morgun líka, þannig að þetta er eitthvað svona hátíð á Selfossi. 1-2 Selfoss. 1-2 Selfoss. Svo ætlum ég líka að minna á 10. kynslóðuna sem er í kvöld. Hún byrjar klukkan 20:08 í opinni dagskrá og það er markurinn okkar, hann Bjöggi, hann er aðal gestur hjá mig í kvöld og svo gerist hellingurinn á Selfossi þar sem að meðal annars Þórunn Antonía keppir við Nilla og einhverja aðra stelpu í skýrglímu. Já. Þannig að ég held að það séu nú nokkrir, já, hérna úti áhugasamur með að horfa á þá skýrglímu. Bíddu, hver? Þórunn Antonía. Og Nilli? Nilli og einhver enn stelpa. Ertu að meina þetta? Já, þetta er eitthvað og þetta gerist á 800 bara á Selfossi. Þetta er ánægði með Björn Braga, maður. Það er eina sem að gera, það er að vippa Þórunn úr fötunum til að koma inn í sjónvarpið. Þetta er samt svona, þú veist, 800 bar Selfoss skýrglíma, þetta hljómar svona, þú veist, pínu eitthvað hvít, já, eitthvað hvít, svona trailer henn, þetta er vist algjör snill og ég hlakka til að sjá þetta. Það er oft skýrglíma inn á 800 bar. Já, ég veit það. Þetta var, held ég, menn byrjuðu þetta þar, held ég. Við náttúrulega kepptum í skýrglímu, ég og þú fyrir 10 ára síðan. Manstu hvað ég rúllaði þér upp? Ég vann dverg í skýrglímu. Já, það manstu ekki. Ég rúllaði honum upp. Já, reynda fórstu ógeðslega með hann. Hann átti ekki séns í þann, Doggi. Ógeðslega maður. Doggi út að hlusta og sendu kveðju á Akureyri, hann er með á Akureyri. Já, sultuslagur. Já, sultuslagur eins og alltaf og talandi Akureyri þá ætla ég nú líka að gera Steinda Junior og Bent hérna vinum okkar smá greiða. Þeir eru að spila á Sauðárkróki í kvöld. Þannig að þeir sem eru að rúnda á Sauðárkróki að gera að kíkja á Steinda þá í kvöld. Þeir eru að spila þar og svo eru þeir á Akureyri á morgun þessir snillingar. Þeir eru að ferðast til landi. Já, þeir eru að ferðast á túr landi. Þeir verða í Eden á sunnudaginn. Já. Og svo Akranes á þriðjudaginn. Herðu, taka Burn the House Down. Hvernig væri að fá uppáhalds, eða bara besta lagi heima? Hvað er það? Er þið til í það? Ég veit það ekki. Hlustu það bara. Alltaf þegar þú segir eitthvað svona. Nú byrjar þetta. Sverrir Bergmann og Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi Krull. Þeir reyndar eru báðir oft, þeir eru með fullt af nicknames báðir. Sveppi, Krullara kjötbollan, Swest to Mouth. Yes. Hvað þýðir Swest to Mouth? Það þýðir að hafa gaman. Herðu, það styttist í hitaklefan sem er í fyrsta sinn á, já, sko, bara í fyrsta sinn sem við byrjum út af þetta, sem að hann verður live. Við erum ekki að vera að ringin einn, heldur ætlum að taka einmitt Sverrir Bergmann sem hann situr hérna með okkur og við ætlum að, já, hann er svo fyrsti sem fær hitaklefan með frussi í andlit. Frábært. Það er gaman. Það er allt sem ég ætla að spyrja, ógeðslega spurningar. Ég ætla að láta að heyra þarna viðbjöðurinn. Það er bara þannig. Herðu, við vorum að tala um að Steindi Junior og þeir verða að fara að spila á Sauðárkróki í kvöld. Það er líka verið að spila á Selfossi í kvöld því að Frikki Dór og Jón Jónsson er einmitt á leiðinni hérna í Tryggvaskálan. Nú er að koma. Já, þeir koma hérna eftir og þeir spila hérna klukkan 7 í kvöld á Stöðvartötugum. Nú,
Þannig að allir sem á Selfossi að gera að koma og sjá þessa bræður, já, spila og skemmta. Þeir eru, þú veist, þetta svona eins og við oft rætt áður. Þetta svona 2 bræður með öllu. Já. Það stórkostleg gen í gangi og öllur nema ráum. Öllur nema ráum. Já. Annar drekkur ekki og veist. Og hinn goody two-shoes. Já, goody two-shoes. Þetta svona menn sem já, við skulum bara orða það þannig, ok, þetta eru rosalega goody two-shoes en þeir hafa ekki lifað. En já, nákvæmlega, segir bandastjarnan Sverrir Þór Sverrisson, alls geggjaður á Selfossi. Við ætlum að stökkva núna í stuttar auglýsingar, svo ætlum við að rakka niður Sverrir Bergmann í hitaklefunum eftir, en við þurfum reyndar að fara varlega því að kofinn fullur af börnum. Þannig að Sverrir trúður mjög ánægður með það. Já, hann gæti orðið verri, þannig að gæti sloppið þess. En þið sem heima sitið ekki snert á takkan því að þetta er FM 95 blöðu. FM 957, Pepsi og Skemmtigarðurinn. Tilbúð í 10.11. Berry Company safar á 179 krónur. Freyjukraftur á 199 krónur. Korni stangir á 99 krónur. Flóritana appelsínusafi 33 centilítra á 129 krónur. 10.11. Alltaf opið. Stærsti skiptibókamarkaður landsins í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Við erum á Hrauninu, þó ekki glæpsamlegir. Sparaðu. Pústþjónusta BJB Flatarhrauni 7. bjb.is. Ný flott veramótasending, síðustu dagar útsending. Hlustendur okkar séu komnir í föstudagsfíling. Við erum í miklum föstudagsfíling, enda ekki annað hægt staddur á Selfossi, partybænum Mikla. Það búið að vera stanslaus gleði hérna hjá okkur síðan 4 í dag. Já, við getum orðað þannig að það gera rifna á húsinu. Já, það er ekkert flóknara, það er tróðfullu kofinn og mikil stemming og já, við vorum að spá í núna í fyrsta sinn að reyna að taka hitaklefan live. Sverrir Bergmann er með okkur hérna í kofanum og situr hérna með okkur og við höfum alltaf hringt í fólkið og tekið hitaklefan. Við höfum alltaf hringt í alþingismenn, nú erum við bara með Svessa live. Já, Svessa, við vorum náttúrulega með hana Kristrúnu Öspundaginn, hún er nú ekki alþingismæður. Nú er það ekki? Svo Siggi Storm, nei, hún er ekki alls kona á þing, nei. Hún komst ekki. Nei, hún var ekki kosin. Hún hætti við það sem var ólétt. Já. Hún var orðin varaformaður Sjálfstæðisflokksins. En já, við ætlum að reyna þetta. Sko, ég veit ekki hversu mikið má öskri þessar græjur hérna, sko. Það er að, veist, erum við að fara að sprengja allt hérna ef að prófa það? Já. Ok, ég ætla að tæma hugan. Ég er alveg stressað, sko. Tæma hugan, þú átt bara að svara. Það er einu sem þú átt að gera, Sverrir minn. Ok, til. Hérna, Sveppi, ert þú tilbúinn? Það er mjög skrítið að gera þetta live. Fullt af börnum hérna, allt við. Já, fullt af börnum. Einbyttuðu nú að Svessa, ekki börnunum. Já. Herðu, Sverrir Bergmann. Sællur. Komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefan. Takk. Ég byrja bara fyrsta spurningunni. Akkur er þetta ekki hljómsveit? Af því að ég er í hljómsveit. Í hvað hljómsveit? Þetta er Marbrá. Akkur veit enginn neitt hana? Af því við erum ekki búin að gefa neitt út. Ætlarðu að lifa á án þín allt þitt helvítis líf, Sverrir Bergmann? Ég er að koma með nýtt lag. Og hverjum er ekki drullu sama? Þú spurðir maður. Hvað sagður þessi helvítis hljómsveit hétti svo að byrjaður í? Hún heitir Marbrá. Marbrá! Það er eina nafni sem okkur datt í hug. Árni Jóns er komið nafni. Varstu búinn að kýla fötuð þrú uppgötaði það nafn, Sverrir? Nei. Má ég spyrja það einu, Sverrir, ertu ásjúkur? Nei, ég er ekki ásjúkur. Ertu á föstu? Nei. Ertu á lausu? Já. Það skýrir ýmislegt. Verðurðu fljótt ástfanginn, Sverrir Bergmann? Ég veit það ekki. Þú verður það! Svaraðu fíbliði! Ég sagði nei. Ef að stelpa myndi sínar áhuga og bjóðar á stefnumót myndirðu mæta, Sverrir? Svaraðu! Myndirðu mæta? Ég myndi íhuga það. Shit. Myndirðu kannski taka PlayStation 12 með? Nei, ég myndi ekki gera það. Er það eina sem þú gerir 31 árs að hangi í tölvuleikjum, Sverrir Bergmann? Það er ekki, nei. Ætlar ekki að fara að vaksa upp úr PlayStation? Svaraðu ógeðið þitt! Ég vinn við þetta, ég er að vinna. Já, þetta var hitaklefinn, það var Sverrir Bergmann sem á tekinu beini, var sér til skammar hérna eins og alltaf. Já, ég er hún góðsveittur og ýmislegt sem kom í ljós. Ég hef aldrei séð þið taka svo rosalega á þetta, sko. Nei, ég er eldrauður í framann, það var líka, sko, ýmislegt sem ég þurfti að opna mig með þarna.
Það er eitt barn farið að gráta hérna í Tryggvaskálanum. Herðu, þetta var hitakleifinu fyrsta sinn live og það gekk bara ágætlega. Hvernig leiðir að vera í hitakleifinu? Þetta var mjög óþægilegt. Þetta erfitt? Nei, þetta er samt svona losandi, sko. Við hlýðum þið nú aðeins, sko. Já, ég meina þið þekki mér mjög vel. Þið var ekki úða bara öllu mínu shiti að nút. Þú verður bara að svara, drengur. Já, ég gerði það. Já, þú gerði það. Gerði það bara. Gerði það. Herðu, við ætlum að fá, sko, vitið það, það er svo mikil stemming hérna á Selfossi að það mætti halda að vera að koma jarðskjálfti. Þetta er jarðskjálftasvæði. I can hear an earthquake up in here. Fáum smá Tiny Peppa. Já, heyrðu, það er eitt og annað framöndan. Það er Auðun Blöndal og Sverrir Sverrisson og Sverrir Bergmann sem sitja þetta með ykkur í Tryggvaskálanum á Selfossi. Hvernig er stemmingin? Ok, klassi. Það fagnaði 1 og það eru 12 í húsinu. Það er ekkert verra. Það er enda svona, ég ekki sko svona 70 manns. Ok, ég ætla að prófa þetta aftur. Skálinn tekur ekkert mikið meira. Já, herðu, þú er að láta fólk vita á sig. Þetta var að kalla. Nei, það á aldrei að vera þannig. Ég vil fá sannleika. Herðu, það var nýbúinn einn að byggja þögnirna út á útvarpinu svo að þú verð að kalla hvernig stemmingin. Var alla krakkana við hérna? Já, þetta er Auðvitað FM 957 með Sveppa Krull og Svessa Bergmann. Við erum hérna í stöppuðu húsi í Tryggvaskála á Selfossi. Endilega kíktu við og fáðu þér kleinu og kókos. Hvernig er stemmingin eða? Já, það gera rifna á húsinu og það er eitt og annað framöndan tónlist. Þetta er svona eins og þegar hérna The Charlies eða Nylon er að biðja stemmingu í kringlunni stundu þegar það er að spila. Hvernig, þetta er svona þegar þú fer á svona barnaskemmtanir stundum. Það er ríkal óþægilegt þegar einhver kattar og hvernig er stemmingin? Og það er bara, Það því að krakka, þau horfa bara á þau bara. Horfa þau svona á þig? Það er svona sem börn horfa þig? En herðu, já, við erum, og Sveppi kom inn á hérna stattir á Selfossi og búin að vera hérna síðan 4 í dag og það er reyndar sko synd að ég ná ekki að fara á stjá. Ég hefði viljað fara á Suðurlandsvídeó og tekka á það og svona sko. Hvað fórst ekki? Ég bara steinglimti, en það er reyndar alveg hálftíma eftir. Ég geti kíkt þangað sko. Við erum að fara að hætta þetta kortir. Ég þarf að fara. Við verðum bara til kæra áður hlustendur. Þetta er Sveppi Krull sem talar. Við erum hérna í FM Blöð og við verðum hérna til 17:45. Ekki mínútu lengur. FM Blöð, herðan, viljum að fá núna stuttarauglýsingar svo komum við grjótharðir hérna aftur. Hárrétt. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugg. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti nefndir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin er í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Hæ, þetta er Þóróldur hérna úr Magasín. Taktu afstöðu gegn einelti. Stöndum saman gegn einelti. Mundu eftir mannbrotunum og milljónum. 5-faldur lottobottur stefnir í 43 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferski í 25 ár. Og Selected, útsölurnar er í fullum gangi. Láttu sjá þig. Jack & Jones og Selected. Kringlunni og Smáralind. 160 milljónir fyrir 13 rétta. 1x2. Við tippum. Langar þig að gera eitthvað nákvæmlega núna? Hjá hraðpenningum getur þú fengið 10 til 40.000 krónur svona. Sendu SMS í 1917 eða kíktu inn á hraðpenningar.is. Hraðpenningar.is. Nákvæmlega núna. FM 95 Blöð er í boði. Lakkerón gerir þið ekki skottpoppa. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is. FM 95. Your love is my love. Já, það er... Söng Rihanna hana. Það er búið að syngja þetta áður og það verður sungið þetta aftur. Það er ástin. Það er ástin. Já, Sverrir, ert þú að semja eitthvað nýtt lag um ástina? Nei. Ertu ekkert að semja? Ég er að semja allar fokk daginn. Já, þú veist hvað? Hvernig gafstu síðast lag? Það eru börnina, Sverrir. Já. Aðeins að tone it down. Ég er búin að vera að koma nýtt lag núna. Svessi, það eru fokkin börnina, sko. Þetta hagar þessu maður. Nýtt lag okkur meðast að föstudegi núna í 3 mánuði. Nýtt lag. J-Lo's Rocks í glæð nýtt. Samtröðið í gerð? Já.
Nei, í alvörunni. Nei, eins og í alvörunni, Svessi. Nú ætlum við aðeins að ræða... Ég var að taka demo í vikunni sem er klárt. Já, ok, takk þetta demo, trótti þess að sólinn aldrei skín og gefðu bara út eitthvað coverdisk og þegju. Ok. Akkur, viltu coverdisk fyrir kallinu? Já, þetta er nýja stöf sem er auðvitað. Þú er ekkert heilt að því maður, þegju. Ég vil alltaf uppbyggjandi og gentilega þetta. Það syngja stónslög og eitthvað svona. Nei, hérna... Já, þú ert sem sagt að semja fullu. Herru strákar, það kannast allir við tilfinninguna af ástofnir, eða ekki? Nei, ekki ég. Aldrei orðið ástofngin. Sumir meira en aðrir. Já. Og það var hérna að koma út listi sem sagt 10 hlutir sem að kvenmenn eiga að gera eftir að hafa lent í erfiðum skilnaði, eða sem sagt eftir að break up. Þá er ekkert enda, það þurfi ekki eins og að hafa verið giftar. Þannig að ef það er eitthvað stelpur að núti núna, kannski ný hætta með kærastan sínum, það er búið að dömpa þeim, það er búið að dömpa honum eða eitthvað svona. Þá er ég með 10 ráð. Fyrsta sem þú átt að gera sem stelpa er að þú átt að skipta á rúminu. Ok, það er eitthvað sem maður gerir hvort þið er vikulega. Maður þarf ekkert endilega að vera hættum í kæru. Er þetta eitthvað sem þú að gera bara leið og kemur heim? Já, ég held að þetta er eitthvað þannig. Þú veist, þannig að sé ekki lykt á hann. Bara beint í, já. Finn ekki lyktin af stráknum, sko. Bara skipta á og það strax. Herðu, svo áttu að joina gym eða fara í líkansrækt. Það er nummer 2. Það er nú samt eitthvað sem að strákar gera líka. Já. Tveir félagar mínir. Já, fara bara í ræktina. Herðu, það er hérna joina gym. Þetta springa. Ok. Og hérna stendur í sviga til þess að gera strákinn afbrýðisaman og nýja líkamæðinum. Já, en af hverju er hún ekki bara hætt með honum? Já, af hverju þarf að gera hann afbrýðisaman? Nei, ég meina, en af hverju ekki að fara það bara í gymmið með honum þannig að það væri kannski ennþá saman. Það er líka önnur pæling. Herðu, svo er það hérna að út að kaupa þér nýjar snirtiförur. Vá, bara svona, herðu, hvað varst að fá þér bara nýjan augskugga? Já, við erum hætt saman, ég og Tóki. Er þetta listi til að reyna að fá gæðan aftur eða hvað er í gangi? Nei, þetta er bara listi sem að konur eru að gera til að líða betur. Já, líður manni betur ef að fyrirverandi líður illa. Nei, þetta er oft þannig eitthvað svona keppni, eitthvað þó að sé ekki, skiluru. Nei, þá er það ljótur skilnaður sem á sér stað. Já, ég er sammálaði. Veist, ef einhver er búinn að halda fram hjá konunni sinni eins og róulis hundur út allan bæ, þá er allt í lagi að dissa hann, skilur. Já, hann mátti láta hann heyra. Og ljúga upp á hann, ljúga. Það er eitt sem að ég hvet alla stelpur til að gera, það er að ljúga. Já, og það er líka rosalega gott, skilur, ef að til dæmis þau eru hætt saman og þú vilt ekki segja af hverju til dæmis, segjum að ég sé stelpa og ég heiti Sigrún bara, og bara hei, af hverju þið Sverrir hætt saman eða eitthvað svona, þá myndi ég bara segja að því hann er geðsjúklingur. Já, eða líka bara, það er gott að segja, það er gott að ljúga eitthvað svona, sko. Hann er bara svona nokkur að fá það og svona með svo aðstæðan tippi, eða eitthvað svona. Já, ok, ef þetta er í leiðindum, ljúga. Já. Herru, ég veit ekki á hverju sagði þetta, ég meinti ekki þetta var ekki ykkur tengt, þetta átt að vera bara, ég heiti Ardís, ég sverða þetta var óvart. Herru, hérna, svo er það, já, svo áttu að segja vinkoninum hvað þú þarft. Hvað þarft? Herru, ég þarf að fá þetta buttplug og... Nei, veist hvað þarft? Í staðinn fyrir makan, eða? Ég veit það ekki, það stendur hérna let your friends know what you need. Þetta er eitt af þessum 10 hlutur sem þú ert að gera eftir að þú ert að hætt með makaðinum. Þetta er kannski bara... Þetta er svona upp að fá bara, ég þarf faðumlag, skilur þú? Það er kannski ekki verið að tala hvað er að því að Sverrir. Þú veist, núna beintur aftan það eru 4 svona litli... Skil ekki hann, sko. Skil ekki hann, sko. Herru... Mamma, hvað er buttplug? Hei, þetta segja. Hvar heyrður þetta? Sveppi þar að segja þetta út, Herðu, take a fabulous trip. Já, sveppatripp. Já, ef þú ert... Ég ætta einhverja áskinnun að sveppi. Ef það er eitthvað stelpalöst að farðu í eitthvað stórkostlegt ferðalag núna. Já, nýbúin að skipta rúminu bara og beint til Las Vegas. Ég nenni ekki að lesa þetta. Þetta er skelvileg lýsing. Já, þetta er alveg skelvilega daburt. En hérna, það finnur hver og einn. Og svo stendur þetta verður meira með vinkoninu. Já, nú kannski þessum sem skildu þig upp það. Þú var svo mikið með... Mikið með vinkoninu? Nei, ég held að fíli allir stráka það. Allir katt með fíla ef að kærastæðir er mikið með vinkoninu sínum. Það er nokkuð ljóst. Nefna menn sér ástsjúki, sko. Það er nefnilega máli. Sko, ég gerir stundum bara, það er ástum mín, já, hún er alveg, það er eitthvað saumaklúbbur í kvöld, ég veit ekki, og ég er alltaf hvet hérna til að fara. Farðu bara út, maður, ekkert máli, ég er með krakkana, bara piece of cake, maður. Bara til að ég fái fleiri stig, þannig að þegar ég kem og segi, ástum mín, ég er að fara í bjór með strákunum, þá fái, þú veist, þá í stig. Þú líkir því saman að fá þig bjór með strákunum en þegar hún fyrir saumaklúbb. Já, þú veist, það er hvítvín og snittur, skiljum. Já, ég meina, Íris er ekki að koma heim slefandi 6 morgunin eftir saumaklúbb. Nei, það hef ég aldrei gert heldur. Við ætlum að fá Hægir með Tæ og Grús hérna. Já,
Hvað haldið þið? Þetta lagið Higher með Taio Cruz. Ég veit ekki hvað mér finnst þetta lag og ætla ekki að segja skoðun mín á því. Við erum staddir hérna á Selfossi. Ég, Sveppi og Sverrir Bergmann og búin að vera hérna síðan 4 í dag í þvílíku stuði. Röddin aðeins byrjað að gefa sig núna því við tókum hitakleifan live á hann. Já, þetta var grjótart. Ég hef aldrei séð mikla bara beitingveitur. Nei, þú öskrar svo hátt. Takk, ég veit að ég ákvað að gefa allan inn í þetta. Herru, ég ætla að fara núna hérna á smá stjá, ætla að fara að kíkja hérna í Suðurlandsvídeó. Þegar ég fekk þær upplýsingar að það búið að loka Suðurlandsvídeó. Hvað á það að þýða? Þetta fyrirtæki sem að pabbi minn stofnaði hérna fyrir 20 ára síðan. Já, það er... Sorglegt þess að geta halda þessu við. Já, en hver fer út og leiði vídeospól í dag, sko? Já, þeir hefðu kannski getað sagt sér að sjálfur að það þurfti að koma í DFD-arnin. Það var kannski fyrsta skrifið þarna höfum. Já, þeir fóru í beta-tækin. Beta og Vaf-AS, þeir veðið að vitlausa hesta hérna. Ég get lofað því að D&D verður dött ára og veist það. Ég var hérna einu sinni í handboltaferðalagi. Já. Þú ert mjög góður í henni. Já. Svepp að tala hérna með einn vinn sinn inn á Selfossi, við erum Tryggvarskálan. Já, ég nefnilega, sko, þá leigðum við vídeotæki í Suðurlandsvídeó. Já, þetta var alltaf. Vaf-AS og vorum bara að horfa á alls konar myndir og... Já, það var alltaf kósí, sko, það geta þar maður í svona ferðalöfum, í svona bæjum eins og Keflavík og svona líka. Þá gæti maður alltaf fara og bara leikt vídeo upp í skólastofuna og horfa á. Suðurlandsvídeó, þetta var eina vídeolögin sem var með S-Traffic 4. Hættu þessu, Sverris. Hættu þessu í halvfjörðinni og það strax. Já, við erum að ræða hérna Suðurlandsvídeó á Sauðárkróki. Ég er enda verið nú bara að segja það. Ég er nú búinn að skemmta mig bara konunglega á Selfossi. Já, þetta er bara ljómandi fín. Og fyrir ykkur sem eruð á rúndunum að þá verða hérna Frikki Dór og Jón Jónsson. Já, bræðurnir ætla að koma hérna í Tryggvarskála kl. 7. Já, og verða hérna með svona netta tónleika og ég veit að þeir ætla að árita líka fyrir alla og þeir ætla að svara öllum spurningum og svo veit ég að það er svara öllum spurningum? Já, sem þeir eru spurðir þeir eru að spila, svona trúbátorast Já, og svo verða einhverjir 3 sem þeir fara með heim eitthvað engadæmi veit ég sem það er búið að lofa Já, þeir ætla, og svo ætla þeir að spila frítt í barnaafmælum á Selfossi Já, þannig að það er að gera á eftir ef þið hittir Frikka Dór og Jón Jónsson í Tryggvarskála að segja, herri, ég er með barnaafmæli á morgun og þá koma þær að spila. Já, það er bara að bóka tíma, þannig að það verður ekki allt fullt. Ógeðslega fælt. Hvað segir þú, vinnur? Ég kan segja frá kreppunni í útvarpinu. Hvað segirðu? Ég kan segja frá kreppunni í útvarpinu. Ætlar að segja mér frá kreppunni? Já. Á hverju er kreppan? Ég heiti Hlynur Steinarsson og ég er einhverfur. Já. Og Múralundur skemmdi svæðið upp á Reykjalundi og Múlundur mætti flytja í Vatnsholt og Birta og Hlynur ætlum að hittast bráðum og ég myndi kjósa Birtu sem næsta forseta og ég kýs mig, Hlynur Steinarsson. Ég er öryggi, ég er á að fara í aðgerð fljótlega og ég ætla að borga spítalunum 150.000 og mætti lækka bensíni í 500. Takk fyrir. Takk fyrir túkall. Það er glæsilegt hjá þér maður. Ég er ánægður með þér. Takk fyrir hjálpina þarna. Vel gert. Vel gert. Já, það er 5 mann maður. Vel gert. Þarna erum við kandidat sem ætlar að lækka bensíni niður í 500 og hann var með eitthvað forsetaframbjóðandur líka. Það er alltaf að gerast hérna á Selfossi. Birta maður. Birta sem forseta. Já, og fólk sem held að við myndum ekki fá neitt í spjall, það er nú búið að brjóta blað. Gestur dagsins, þetta var leinigesturinn. Já, við rættum það einmitt áðan. Við ætlum nú að vera með ykkur selep hérna í spjalli á Selfossi en það verðast allir vera flúnir. Já, það er allir farið. Hver er frægasti selfissingurinn ef við svona hugsaum að fljóta? Er það ekki bara Einar Barðarsson eða? Frægasti? Já. Það er Ingo, sko. Já, Ingo reyndar er búinn að klifra fram úr Einari. Það er reyndar að langt að klifra en það var hátt fjall sem hann þurfti að fara yfir til þess að fara fram úr honum. En Ingo er sennilega orðinn eitt svo frægasti. Já, alla daga. Enda ætlum við að fá lag með Ingo. Nei, það er ekki lag með Ingo, en það er eins og það er lag sem tengist Ingo. Það heitir Sexy and I Know It. Við skulum fá það af það. Like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the Speedo
dough, trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Sexy. Maður gerir ennþá kynþokkafyllra. Ég veit að ég er sexy. Það hárrétt hjá þér og engin lygi þar á ferð. Öll þjóðin veit það. Herðu, við erum búin að vera hérna síðan 4, ég, Sveppi og Svessi. Það búið að vera mikil stemming hérna á Selfossi og já, við þurfum nú að fara að henda okkur í bæinn. Já, hættum í bæinn. Já, við þurfum að fara að skemmta þar, þannig við þurfum að fara að drífa okkur þangað. En við hérna ætluðum reyndar hérna að plugga í lokin. Það er Þorrablót Selfoss er haldið næstu helgi í Íþróttahúsinu á Selfossi 21. janúar. Húsið opnar klukkan 7 og veislustjóri er Valdimar Bragason. Já, Valdi Braga? Valdi Braga, alltaf út í Haga, hann ætlar að sjá um þetta. Svo er hljómsveitin Rófustappa, ég veit ekki hvort að Líón Sí hefur tvíbókað sig. En svo er Stefán Hilmarsson, hann ætlar líka að flytja Perlur og Magnús Þór, hinn dáði söngvari og lagahundur flytja líka nokkar sínum bestu lögum. Þannig að þetta verður stemming. Þetta er snilt maður. Já, ég var beðinn að koma þess á framfæri og það er ekki spurning. Þorrablót Selfoss. Þorrablót Selfoss, við minnum líka á Frikadór og Jón Jónsson sem verða inn í Tryggvaskálanum eftir klukkan 7. En strákar, er eitthvað þið viljið segja lokum, það er föstudagur, fólk er kannski byrjað að sippa í sig, komið í gírinn. Já, ég vil bara að fólk fari all in og loksins spila. Já, það er annarkvort að gera þetta almennlega eða að sleppa þessu. Já, ríf upp gardínuna, henda sér í leðujakkan og tæta neyri bæ. Það er akkurat málið, rífa flippan af einum ískvöldum þeir sem eru í því, en ef það eru fleiri eins og janúarblöð, hvetja ykkur til að kíkja í bíó, það eru góða myndir konar í bíó og bara hafa það kósí í kvöld. Fyrir alvöru fyllir betur þá er alltaf þetta að fara inn á passa.is og þá kemur kona og passa fyrir því. Er það til það? Jep. Passa.is. Ég þekki gauð sem fór inn á passa.is og við létt passa 2 börn. Nei. Á meðan hann fór á djammið og hann átti 6 ára, 7 ára strák og 1 á stelpu og hann létt 6 ára strákinn passa 1 á stelpuna á meðan að barnapían á passa.is sko við ætlaðum í partí maður. Nei, það er skelvilegt. Ég get svarað. Er það pabbi ásins maður? Það er pabbi ásins, en herðu við þökkum kærlega fyrir lustunna við FM 95 blöð verður mættur aftur næsta mánudag. Þá verður við Björn Bragi í miklum fíling og svo eru góða líkur á að borgarstjórinn Jón Gnarr sé að koma til okkar Péturs á miðvikudaginn, þannig að það er spikfeit vika framundan. Við þökkum fyrir hlustunum í dag, hafið það sem allra best hvort sem þið búið á Selfossi eða ekki og við ætlum að enda þetta óskalagi fyrir Sveppa Grull. Þetta er hans uppáhaldslag. Sveppi, take it away. Á Facebook. Við gefum kassa af Becks á hverju föstudags- og laugardagskvöldi. FM Party í boði Becks. Nú getur þú valið 8 tegundir af hamborgurum. Hlöllamáðar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Ofur hljóðkerfi. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut. Dansstudio World Class. Við byrjum 16. janúar. Dans fyrir allan aldur og nú frí. Líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. Nánari upplýsingar á worldclass.is. Dansstudio World Class. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabiti, best fyrir svanga. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu enn betri. Íslandsbanki. Nú er salatvika á KFC. Fáðu þér ferskt, holt og bragðgott singarsalat og skolaði þið niður með svalandi eigiskristal fyrir aðeins 899 krónur. KFC, svo gott. Og holt. Gestirnir mættir í matabóðið og skásti diskurinn er The Best of Bee Gees frá 1997. Í sjónvarpi Símans hefur aðgang að bestu lögunum með tónlistarásum fyrir matarboð, 90s Reunion, Þorrablót og öll hugsanleg tilefni. Sjónvarp Símans. Rétta stemningin með einum takka á fjarstýringunni. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn.